Á Landspítala kröftugt jafnréttisstarf í gangi og eitt af því sem jafnréttisnefnd gerir árlega að taka saman upplýsingar starfsemina út frá jafnréttissjónarmiðum. Landspítali fékk jafnlaunavottun í febrúar 2020 og niðurstöður launaúttektar sýndi í heildina mjög óverulegan launamun kynjanna og það búið að gera verkefnaáætlun að laga það sem aflaga var. Það áhugavert að skoða kynjaskiptingu heilbrigðisstétta og hún þannig að aðeins 4% hjúkrunarfræðinga eru karlar og 5,8% sjúkraliða. Karlar eru 53% lækna og hafa konur komið það mjög sterkar inn undanfarin ár. Karlar eru 11% geislafræðinga og aðeins 2% lífeindafræðinga. 15,4% sjúkraþjálfara og 15,4% lyfjafræðinga. Engin kall ljósmóðir. Þegar við skoðum kynjaskiptingu nemenda í heilbrigðisgreinum þá endurspeglar það að mestu kynjaskiptingu innan spítalans. Nema að nú eru karlar aðeins 41% tæplega læknanema. Jafnréttisnefnd ásamt Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri sótti styrk í jafnréttissjóð og fékk núna í sumar og við ætlum að hafa viðburð fyrir 9. bekk stráka næsta vor sem heitir Strákar og hjúkrun. Þetta samsvarandi viðburður eins og stelpur og tækni hefur verið undanfarin ár og hefur sýnt mjög góðan árangur. Aðeins 20% starfsmanna Landspítala eru karlar. Og þegar við skoðum hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum þá kemur í ljós að framkvæmdastjórn 56% karlar og 44% konur. Forstöðumenn eru 33% karlar og 67% konur. Deildarstjórar eru 17% karlar og 83% konur. En yfirlæknar eru 73% karlar og 27% konur. Konur að koma líka þar mjög sterkar inn. Konur eru almennt í lægra starfshlutfalli heldur en karlar. Konur eru að meðaltali í 71% starfi en karlar eru að meðaltali í 77% starfi. Líklega skýrist þetta af því að konur eru stórir vaktavinnuhópar, ef svo má segja. Og fólk í vaktavinnu yfirleitt í lægra starfshlutfalli heldur en fólk í dagvinnu. Það verður áhugavert að sjá hvort að þetta breytist nú þegar að vinnuvikan styttist hjá vaktavinnufólki og reyndar öðrum líka. Veikindahlutfall kvenna yfirleitt aðeins hærra heldur en karla. Við höfum séð það í mörg ár. Konur eru til dæmis í vaktavinnu með 9% veikindahlutfall af greiddum stöðugildum en karlar rúmlega 6%. Kannski skýringin sú að konur eru frekar útsettar fyrir veikindum vegna nálægðar við sjúklinga. Þar sem þær starfa yfirleitt meira í þessum umönnunarstörfum. Ef við skoðum síðan fjarvistir vegna barna, þá kemur í ljós að konur taka alltaf aðeins meira frí vegna veikinda barna. Konur eru ennþá að sinna meira börnum á heimilum heldur en karlar. Ég held að það sé hægt að draga það ályktun. Þessar tölur allar hægt að sjá í starfsemisupplýsingum Landspítala. Mjög ánægilegt að sjá að þetta tekið saman núna árlega. Undanfarin ár hefur verið umræða listaverk á spítalanum og það nefnilega þannig að það talsvert af málverkum af körlum sem hanga upp ganga spítalans. Við tókum því aðeins saman upplýsingar listaverk og það kom í ljós að það eru 37 listaverk af nafngreindum einstaklingum og þar af eru nafngreindir karlar 80%. Þannig það eru 29 málverk af körlum hérna spítalans. Sumir vilja taka þessi málverk niður og ég held að þau verði allavega ekki flutt með okkur í nýja spítalan. Þetta auðvitað leifar af gömlum tíma þar sem karlar stjórnuðu spítalanum og voru mjög ábyrjandi innan hans. Við erum komin eitthvað allt annað núna og við erum ekki lengur að setja kalla á stalla. Það hefur mikið áunnist í jafnréttismálum undanfarin ár og jafnlaunavottunin auðvitað tæki sem verður mjög áhugavert að sjá virka.
á spítalanum. En það margt framundan. Við þurfum nauðsynlega að breyta staðalímyndun stétta. Við þurfum að fá til dæmis stráka til þess að velja heilbrigðisgreinar eins og til dæmis hjúkrun, lífeindafræði, sjúkraliða, nám. Í því samhengi þarf spítalinn að endurspegla samfélagið þar sem kynjahlutfall nokkurn veginn jafnt.